Ég heiti Viðar og kenni eðlisfræði við Flensborg. Þegar að tveir hlutir lenda í árekstri eftir beinni línu þá kallast það miðjuárekstur og það þýðir við erum bara með hraða til vinstri eða hægri, nú eða hraða til austurs eða vesturs, en í öllum þessum árekstrum varðveitist skriðþungi m sinnum vaff og vaffið í þessu tilfelli köllum við hraða fyrir árekstur og hraðan u eftir árekstur og við getum verið hérna með hluti eins og þennan hérna m1 sem er á leiðinni með hraðanum vaff 1 og hann lendir kannski í árekstri við m2 sem er hérna á hraðanum vaff 2 og svo lenda þeir í árekstri og skutlast svo kannski hver af öðrum og fá þá nýjan hraða sem að gæti verið bara í gagnstæðar stefnur, kallum það U1 og U2. En nú eru sumir árekstrar þannig að massarnir festast saman, algengt til dæmis þegar bílar að rekast saman og þá hafa þeir hérna hvor sinn hraðan þegar þeir eru að lenda í árekstri en eftir áreksturinn þá halda þeir áfram eins og einn hlutur og það þýðir að þeir hafa mist hugsum okkur að fara hingað þeir hafa mist nefnilega töluvert mikið af skriðorku sem að breytist í varma, mikill varmi hérna og hraðinn eftir árekstur það bara einn sameiginlegur hraði kallaður U. Ef við erum alfjaðrandi árekstur þá varðveitist skriðorkan og það engin varmi sem að myndast en ófjaðrandi árekstur þegar að hlutir festast saman eru miklu meira varmamyndandi og á skriðorku að tapast skriðorkan en hérna strákur hann 56 kíló og hann á leiðinni hérna til ég var að segja hægri bara þegar að hann grípur utanum kyrrstæða stúlku á svellinu og þau ferðast saman eftir þennan árekstur með sameiginlegum hraða og væntanlega þá bara hérna föst saman svona og við eigum að reikna þennan sameiginlega hraða eftir árekstur og við sjáum að stúlkan hún kyrrstæð fyrir áreksturinn og við segjum samkvæmt varðveislu skriðþungans að strákurinn 65 kíló á hraðanum 2,5 hann hittir stúlkuna en stúlkan á hraðanum 0 þannig að þetta verður nú 0 þarna megin eftir áreksturinn ferðast þau svo saman sameiginlegu massi þeirra 65 + 56 og sameiginlegu hraði heitir þá U. Nú þegar við einangrum hraða eftir árekstur U þá nægir okkur að segja hérna 65 sinnum 2,5 og deilt með sameiginlegu massa þeirra 65 + 56 og útkoman úr þessu eru 1,34 segjum bara 1,3 metrar á sekúndu og í sömu átt að strákurinn fór en sýnidæmi hérna vagn A og B það örlítið stærra þá hugsum við okkur að við séum með vagn A hann hérna á ferðalagi til hægri og hann lendir í árekstri við vagn B sem á leið til vinstri þegar að þessir vagnar lenda í árekstri
þá verður einhver varmamyndun eða ekki, við vitum það nú svo sem ekki, en allavega við vitum að vagn A, hann heldur áfram ferð sinni, það er sér til vinstri núna, þannig að vagn A snýr við og fer hér með hraðanu 0,35, en vagn B vitum við svo sem ekki neitt. En vegna þess að við erum búin að ákveða að hafa jákvæða hraðastefnu til hægri, þá skulum við reikna með því að hraði B eftir árekstur sé hérna jákvæður til hægri og við setjum upp jöfnuna varðveislu skriðþungans og í þessu tilfelli getum við bara sagt að þetta er massi A sinnum hraði A í upphafi, massi B og hraði B í upphafi og þetta á að vera skriðþungin eftir árekstur, massi A sinnum hraði A eftir árekstur pluss massi B sinnum hraði B eftir árekstur. Og nú setjum við inn í þetta tölur. Það er óþarfi að breyta massanum úr grammum í kílógramm. Þetta mun massarnir munu styttast út. Og ég ætla að skrifa bara hér að massi A 155 sinnum hraðin 0,85. Þetta var til hægri. Svo kemur massi B 265 gramm og hraðin var til vinstri, svo að hann verður mínus hérna, mínus 0,95. Og hægra megin höfum við að hraði A eftir árekstur er til vinstri, þannig að það er mínustala 35 og massi B 265. Við vitum ekki hvaða hraði er á honum og við segjum bara margkvöldum með U. Nú, ef við tökum saman hérna og segjum þessi hér stærð er 132 og þessi hér stærð, hún er væntanlega mínus þá, 252 og hérna erum við líka með mínustölu, mínus 54, svona, og útkoman úr þessu er 265 U, er það sem við ætlum að einangra. Jæja, í algebrunni þá byrjum við á því að bæta þessum 54 við báðum megin, svo að vinst 82 mínus 252 pluss 54. Og hægra megin erum við þá með 265 við, þá bætum við, það deilum við báðum megin með 265. Og nú fáum við U í metrum á sekundu og 25 metrar á sekundu. Það þýðir að vagn B, hann eldir vagn A til vinstri. Nú ætlum við að athuga, er þetta skynsamleg niðurstaða? Og þá tökum við eftir því að hraði B er 0,25 sekundu til vinstri. Þetta er svarið okkar úr A-lið. En ef að hraði A er til vinstri og gefin hérna 0,35 metrar á sekundu og hraði B er sömuleiðis til vinstri og UB er að elta massa A
með minni hraða. Að fáum við að vagn A, hann heldur stöðu sinni sem fyrri vagnin. Og vagn B þarf ekkert að fara í gegnum hann. Svo skoðum við hér, þetta er rökrétt sem sagt, að sá aftari fer hægar. Aftari fer hægar. Þetta þýðir að svarið er skynsamlegt. Við getum svarað því játandi. Nú skulum við kíkja á varmaorkumyndunina og segjum að við getum reiknað varmaorkuna með skriðorkutapinu. Og við rifjum upp að skriðorka er reiknuð með jöfnunni K sama sem hálfur mv í öðru. Og varmaorkan sem að myndast hérna, eða skriðorkutapið, það er þá samtalsskriðorka fyrir árekstur dregin frá skriðorkunni eftir árekstur. Svo við getum bara sagt, þessi varmaorka hérna, kallum hana Q, það er þá seinni skriðorkan mínus fyrri skriðorkan. Nú þurfum við að breyta öllum tölunum, grammatölunum yfir í kílógramm og við segjum að vagn A, hann er 155 grömm eða 0,155 kílógramm og hann er með hraðan til vinstri 0,35 eftir árekstur. Ég þarf ekkert að skrifa hérna með mínusinn af því að annað veldi mun hvort sem er eyða mínusnum. Og svo tökum við hérna hver er skriðorka B eftir árekstur. Það er hálfur sinnum 265 grömm eru 0,265 kíló og hraði hans eftir árekstur var sömuleiðis til vinstri en við þurfum ekkert að skrifa mínusinn, þetta er bara 0,25 í öðru veldi. Svo drögum við frá þessu skriðorkuna fyrir árekstur og vagn A, hann hafði hraðan 0,85 fyrir árekstur og vagn B, þessi 0,265 kílógramma vagn, hann hafði hraðan 0,95. Setjum það í annað veldi. Þegar við erum búin að stempla þetta inn í reiknivélina, þá fáum við að útkoman er 0,1578, orka alltaf mæld í joulum og við segjum að þetta sé svo svona það bil 158 joule, millijoule. Bæði þessi svör eru góð og gild. En nú kanntu nógu mikið til þess að æfa þig á þessum 4 æfingadæmum og 2 af þeim koma lítið breytt í næsta örprófi samkvæmt áætlun.